Sem sagt, ég ætla aðeins að fara í G-liðinn bara fyrst, af því að þið eru mest að pæla í honum, og þetta er þannig að við erum með 3 blásara, M1, M2 og M3, þeim stjórna þannig að þið dragi ekki ræsistraum á sama tíma. 3 þrýstirófur eru notað til þess að velja fjölda af blásorunum. Ef þrýstir á S1 kemur aðeins mótor 1 inn, hann gengur í 30 mínútur og stöðvast eftir þann tíma. Ok, ef þrýstir á S2 þá kemur mótor 1 inn og eftir 0,5 sek kemur M2. Þannig að þá er sem sagt 2 eiga að vera samtímis en þeir mega ekki ræsast á sama tíma. Þess vegna er þessi tími á milli. Ok, þeir ganga sem sagt saman í 20 mínútur og stöðvast eftir þann tíma. Og síðan, ef það er beðið alla, ef þrýstir á S3, þá kemur M1 inn, svo 0,5 sekúndum eftir það, þá kemur M2 inn, og síðan 0,5 sekúndum eftir það kemur M3 inn. Þannig að þeir draga ekki ræsistraum á sama tíma, sem að þeir koma með 0,5 sekúndum millibili, þannig að öryggið hangir inni. Þeir ganga allir saman í 10 mínútur og stöðvast eftir þann tíma. Og svo segir hérna útiloka skal meðan blásarar ganga að hægt sé að setja í gang einhvern annan ræsileg möguleika. Nema, maður getur bara stoppað með S4, stoppprófan S4. Og síðan með stoppprófan S4 þá á að vera hægt að stoppa blásarana hvenær sem er. Og við sjáum hérna tengiskrána hvaða rofa við erum að nota. Við erum að nota startrófan S1 sem er þrýstirófi start. Allir þessi 3 þrýstirófar, 3 startrófar eru þrýstirófar. Þannig að þeir þurfa ekki að haldast inni, þeir eru bara að gefa eitt púls til þess að ræsa pöntun á mörgum blásurum. Þannig að ef við viljum bara eitt blásara, þá ítum við á S1 og svo koll á kolli. Ef við viljum fá 2 blásara í gang, þá ítum við á S2 og þá er smá tími á milli þeirra að þeir ræsist. Og síðan ef við viljum fá 3 og ef tvisturinn hefði verið valinn þá getum við stoppað á milli með S4 og hann er normally closed, það er stopprófi og þá ef allt er stopp þá getum við ræst 3 með millibili með því að íta á S3 og þá koma allir 3 inn en með smá tímamun á milli og nú skulum við skoða hvað er gott að gera í þessu og þá erum við að gera að nýta sér innri útgangana í þessu forriti. Þannig að þá getur maður merkt, en svo þægilegt í þessu að þá getur maður merkt hérna á fleiri en einum innri útgangi að mótor 1 eigi að koma inn. Hérna er ég með innri útgang M1. Ég er búinn að skrifa þar mótor 1, hann á að koma þar inn. Og ég er á fleiri stöðum með mótor 1. Til dæmis innri útgangur M2. Ég skrifa líka mótor 1 á líka að koma þar inn. Og síðan eru fleiri mótorar sem að koma inn. Svo er ég aftur með mótor 1 í innri útgangi númer 4. Þar vil ég líka að mótor 1 komi inn. Þannig að svo tíni ég alla innri útgangana saman einhvers staðar hérna neðarlega og sendi það út á Q. Sjáðu þið hérna. Hérna er Q1. Hann er ytri útgangur, þá skrifa ég hérna ytri mótor 1 og þá er það innri útgangur M1, hann gefur út á mótor 1 og það eru fleiri, það er M2 líka, hann gefur út á mótor 1 og síðan er M4 innri útgangur, hann gefur líka út á mótor 1. Og það sem ég er að gera núna er að hjálpa ykkur til að skilja það hvernig við notum innri útganga og það er að byggja upp virknina í stigaritinu með innri útgangum og tína svo þá innri útganga sem við þurfum og setja straum á ytri útganga frá innri útgangum.
eins og með mótor 2, hann á að fara í gang ef innri útgangur M3 er inni eða innri útgangur M5 og þá hendum við því út á Q2 sem að tengist, það er bara einn ytri útgangur sem tekur út á mótor 2. Sko, ef við værum með alveg helling af ytri útgöngum, þá gætum við hanna rásina þannig að við værum bara að spreða ytri útgöngum á allt mögulegt. En þar sem að við erum kannski með bara svona litla stýrivél og er alveg feikið nóg að vera með eina stýrivél, við erum bara með 3 mótora, við erum með jafnvel 4 sko ytri útganga, það er alveg sjón nóg, það er bara feikið nóg fyrir okkur. Þannig við þurfum ekki að vera með kort, með ytri útgangum sem eru 16 stykki eða hvað sem það er, til þess að leysa þetta. Heldur, við leysum þetta með innri útgangum, það er það sem við erum að gera. Og þá, ég meina, þetta er ekkit eina rétta aðferðin, ég bara sýni ykkur möguleikann í þessu. Að í þessu þá er ég að ræsa hérna með startróa fyrir einn mótor fyrst. Þá set ég M1-in, hann helst inni vegna þess að ég er með set. Þetta M1 þá bara eiginlega að vera Q1? Já, vegna þess að þegar innri útgangur M1 kemur inn, þá er M1, hans gefur straum út á Q1 hérna, sérðu. Seinna í forritinu. M1 kemur inn, innri útgangur, og hann sendur straum út á Q1. En það eru fleiri innri útgangar sem að senda straum út á Q1. Vegna þess að þegar ég panta að 2 mótorar eiga að vera inni samtímis, þá nota ég einhvern annan innri útgang til þess að kveikja á sama mótor, sama ytri útgangi, skiljið. Í prófinu, erum við þá að teikna þetta í forritinu eða á blaði? Sko, málið það, þetta er ekki það kannski flóknar rásir að þið þurfið að hanna þetta í beint á forritinu. En þið megið, ef að þið er nóg pláss, þá megið þið bara geta beint á tölvuna ef ykkur líður þannig. Já, ég held að vilja. Þykja það? Svona þungt á prófinu? Nei, þetta verður ekki svona svakalega þungt, sko. Ég trúi því ekki. Ha? Þetta er frekar hefið út í dæmið. Ég er svona semi. Þetta er semi-duty. Þetta verður á prófið 2 eða hvað? Já, eins og þetta stigaritt, það er bara það langt, skilur, það er bara ómögulegt að sitja á þessu blasi, skilur. Jú. Það er möguleiki að þið þurfið að setja á eitthvað, kannski 2 blaðsíður eitthvað stigaritt, skiljið. En það er alveg hægt að handtekna á það. En hérna, sko, það er ekkert endilegt að þetta verði svo langt. Því að ég er bara að reyna að æfa ykkur og prófið verður ekki nándar svo langt, sko. Það kemur ekki til greina. Heldur ég er bara að koma ykkur í gang. Við byrjum hérna, kannski get ég minkað þetta aðeins þannig að þið sjáu það samt, eða ekki? Ok, þannig að við ræsum fyrst innri útgang M1 og M1 er snertan þessi hérna, hún gefur út á tímaleiða sem er T1, það er bara T1 eins og það er venjulega. Og sko við getum sett í komment sko 30 mínútur þó að við stillum bara tímaleiðan á 5 sekúndur þess vegna. Ég hef einmitt gert það og ég sé það vegna þegar ég prenta þetta út sem PDF þá sér hérna on delayed 5 sekúndur á blaðinu hjá mér. Og málið er það að þið eruð með aðgang að þessu skjali núna undir efni. Þannig að þið getið skoða þetta, þið megið teikna þetta upp, þið megið teikna þetta upp eftir því skjali, skiljiði, og til að prófa þetta, sjá hvernig þetta virkar. Eða þið megið gera hvað sem er. Ha? Ég er bara enn og áttfæðast. Ó. Líka fyrir lið há. Býtu. Ég ætla aðeins að sjá hérna. Ég ætla bara að loka innunni hjá mér alveg og hérna og opna þetta aftur. Ok, ég ætla
þá sjáum við hérna að við gætum ekki komið þessu óbreyttu 4 hérna í röð inn í og stigareitsforritið sem við erum að nota, því að við höfum bara 3 möguleika og svo útgang. Þannig að við setjum stoppprófann bara neðst í stigareitið sem reset. Það er alveg mjög góð leið og þá hérna sko, ef við verðum með svona dæmi, kannski æfið ykkur líka á því að gera þetta, að þá er hægt að taka svona blað með þessu dæmi og horfa í gegnum það upp í ljós og þá sjáum við stigaritið. Það er lausnin. Það hendur sumt í tölvunni og íta bara á takkan og skrifa þetta upp því. Er ekki verið að ef og beint að maður myndi gera þetta þannig að sé á vinnumarkaði, en myndi maður bara gera þetta svoleiðis? Jú. Og það er bara, þú veist, ég er bara að reyna að þjálfa ykkur á alla mögulega hátt. Að hérna, að geta sett upp segulvæðarstýringu inn sem stigarit í stýriliða svona og hérna þá, sko ef ég get náð þessu hérna vinstra megin, þá kemur þetta hérna hægra megin, vinstra megin segja ég, og þá sjáum við hérna, I2 er hérna, það er S2. Já, ég ætla að stækka það aðeins meira. Sjáum þetta ekki svona örugglega? Sjáu þetta vel svona? Ok, að þá sjáum við hérna, þetta er startrófið, þannig hérna. Svo er hliðtengt, hér er K1. Já, K1 er þetta, vertur, það er sjálf þetta, úr Q1. Svo kemur I5, hann er hérna og hann er ekki með neitun. Passið ykkur á því að þetta eru markrófar. Þeir eru normally closed. Þeir tengjast inn á inngang á inntölvunni. Þannig að við megum ekki setja neitun inn í stigaritið. Vegna þess að þeir tengjast inn á vélina og gefa samband með straum inn á vélina, skiljið. Þeir gera það ekki í þessari rás hérna, þá eru þeir bara bundnir inn í rásinni. Það er öðruvísi nálgun hérna í segulvæðarstýringunni. Vegna þess að hér er neitunin, en neitunin færist út fyrir inntölvuna. Þannig að þess vegna verðum við að hafa bara venjulegan I5 hérna. Af því að hann gefur samband inn á inntölvuna, þá er þetta uppfyllt. Þá er þetta komið. Þá er straumur hér og þá er bara, ef að Q2 er ekki inni, þá kemst Q1 inn og tekur sjálfhöldum. Þannig að við þurfum að aðeins hugsa þetta, en við megum ekki sleppa því að setja neitun hér. Allir útgangar þurfa að vera með neitaða snertu, af því það er innan stigaritsins. Eins og til dæmis K2 hérna er með snertu hér og Q2, hann verður að vera með líka með neitaða snertu hér. Ef hann kemur inn, þá má ekki vera hægt að setja þetta hérna inn. Hvernig þannig ertu með Q2 sem neitun? Já, hér er neitt, hér verður að vera neitaður vegna þess að ef að Q2 er inni hér, þá má ég ekki geta ræst Q1. Nei, en hvernig sé ég á myndinni að hann sé neitaður? Að ef að K2 er með svona normal closed snertu hér, þá er það gert nákvæmlega eins í stigaritinu. Ef hann er normally closed, þá er hann Hérna, neitaður? já, þá er neitun hér, já. Sko, þú mátt bara ekki setja neitun í stigaritið frá þessum hér. Ástæðan er svo að hann tengist inn á vélina með straum. Já, en hann virðist eins og sé lokaður að myndinni. Þessi er lokað hérna, já, og hann er þannig tengdur inn á vélina. Já. En þá er straumur á innganginum og þá mögum við ekki aftur neitunum hér. Því að snúum við merkinu við, skilur við. Já, ok. Það er ástæðan. Ok, þannig
að þá hafið þið aðgang að þessu og setja þetta upp eins og þetta hérna og munið bara sem sagt að þessir S5, S6 og S7 að setja ekki neitun á þá sem að tengjast inn á vélina normally closed. Hins vegar allar neitaðar snertur úr útgangum, þær þurfa að halda sér eins og Q1 er hérna neðst. Síðan er stoppið, þar er S1 er efstur í segulvæðstýringunni, hann kemur neðst í stigaritinu og fer út á reset á allt saman. En getur þú farið aðeins upp? Já. Það sem er á segulstýringunni, Já. 7 og 8. 7 og 8. Þú veist það á myndinni hægra megin? Já, já. 7 og 8 þar, hvað kemur það inn í stigaritinu? Það er liður 5 hérna og 6. Nei, fyrirgjöðu. Já, Nei, fyrirgjöðu, nei, það er 7 og 8, það er líka 7 og 8 hérna. Sorry. K4 er tímalið, þess vegna er Q4 K5. Já. Það er málið. Ljómandi, takk fyrir